Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 12. júní er þrenningarhátíð og einnig sjómannadagurinn og óska ég sjómönnum og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn. En þema dagsins samkvæmt kirkjuárinu er hinn þríeini Guð. Lexían segir frá köllun Jesaja spámanns, pistillinn minnir okkur á að vegir Guðs séu órannsakanlegir og Guðspjallið segir okkur frá samtali Jesú og Nikodémusar þar sem Jesús segir að honum beri að fæðast að nýju. Eins og áður hvet ég ykkur til að lesa textana í heild sinni en ég mun aðalega tala út frá lexíunni. En við skulum byrja þessa stund á að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lexían er eins og ég nefndi áðan úr Jesaja og í formála Jesaja ritsins segir að hann hafi starfað í Jerúsalem á síðari hluta 8. aldar fyrir Krist og þessi kafli er skrifaður á þeim tíma þegar að Suðurríkinu Júda var ógnað af Assýríu. En Assýría var helsta stórveldi þess tíma en textinn hljóðar þannig. Á dánarári Ússía konungs sá ég drottinn sitja í háu og gnæfandi hásæti og slóði skikkju hans fyllti helgidóminn. Serafar stóðu fyrir ofan hann, hafði hver þeirra 6 vængi, með 2 huldu þeir ásjónu sína, með 2 huldu þeir fætur sína og með 2 flugu þeir. Þeir kölluðu hver til annars og sögðu: Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra nötruðu undirstöður þröskuldana og húsið fylltist af reyk. Þá sagði ég: Vei mér, það er úti mig, því að ég er maður með óhreinar varir og bý meðal fólks með óhreinar varir. En samt hafa augu mín séð konunginn, drottinn allsherjar. Þá flaug einn serafanna til mín. Hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng. Hann snerti munn minn með kolinu og sagði: Þetta hefur snortið varir þínar, sekt þín er frá þér tekin og friðþægt fyrir synd þína. Þá heyrði ég rödd drottins sem spurði: Hvern skal ég senda? Hver skal reka erindi vort? Og ég svaraði: Hér er ég, send þú mig. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er hinn þríeini Guð. Einn Guð sem hefur 3 birtingamyndir. Samt sem áður er okkur gjarnt að telja Guð Faðir vera eina Guðin í Gamla testamentinu. Nokkrir textar benda þó til annars, eins og til dæmis þegar Abraham sá skyndilega 3 menn fyrir framan tjaldið sitt og hann áttaði sig á því að þetta var drottinn í eintölu. Í texta dagsins sá Jesaja drottinn í sýn, sitja í háu hásæti og vegna frásagnar í Jóhannesarguðspjalli fáum við þá hugmynd að Jesaja hafi séð Jesú. Enda sagði Guð við Móse: Enginn maður fær séð mig og haldi lífi. Í sýninni sér Jesaja einn drottinn, en serafinn þrítekur ákall sitt: Heilagur, heilagur, heilagur. Textinn í Jesaja er köllunarfrásögn. Guð er að kalla hann til þjónustu sem spámann sinn. Jesaja tímasetur frásögnina á sama ári og Ússía konungur deyr og við vitum að andlát konungs markar tímamót í samfélaginu og óvissu framtíðina því að með nýjum herra koma nýjir siðir. Svo að hinn almenni borgari fékk því bæði nýjan konung og nýjan spámann á sama árinu og Jesaja hafði ákveðnar skoðanir. Hann taldi að fólkinu stafaði meiri ógn af vantrú sinni og óhlýðni við Guð en Assýringa. Í sýninni sér Jesaja serafa
standa fyrir ofan drottin, en serafar eru efstir í virðingarröð engla hjá gyðingum og tákna heilarleika drottins. Fyrsta hugsun Jesaja var að það væri útumann. Hann væri vanhæfur til að starfa fyrir Guð, hann hafði óhreinar varir. En þessir æðstu englar hreinsa varir hans og hann skorast ekki undan spámannshlutverkinu. Og þannig er það með flesta sem að hittu Jesú. Væru hjörtu þeirra á annað borð opin fyrir orðinu, fundu þeir fyrir heilagleika og vildu fylgja honum. Í frásögnum Nýja testamentisins, þegar Jesús valdi sér lærisveina, var hann á gangi meðal almennings. Hann sá tollheimtumann og fiskimenn og hann sagði einfaldlega, fylg þú mér. Og tollheimtumaðurinn yfirgaf tollbúðina og fiskimennirnir lögðu frá sér netin og þeir fylgdu honum. Hinir fyrstu 12 lærisveinar, sem flestir voru fiskimenn, skoruðust ekki undan frekar en Jesaja. Og ef við hugsum málið til enda, þá hefur Guð eða Jesús ekki úr öðrum en syndurum að velja. Við erum öll með óhreinar varir eins og Jesaja lýsti sjálfum sér. En samt hafa augum mín séð drottin allsherjar, sagði hann. Jesús var ekki með hæfniskröfur fyrir þá sem að vildu fylgja honum og lærisveinarnir lærðu jafnt og þétt þar sem hann kenndi. Þeir fylgdu honum og hurfu ekki aftur til sinna starfa fyrir en Jesús hafi verið krossfestur og þá aðeins í stuttan tíma. Því eftir skírn heilags anda á hvítasunnudag hófu þeir að boða trúna. Jesús hlýtur að hafa haft ótrúlega kröftuglega nánd. En aðeins á einum stað í Biblíunni lýsa lærisveinarnir tilfinningunni að vera nálægt honum. Og það er þegar 2 lærisveinanna voru á leið til Emmaus og Jesús slóst í för með þeim en augu þeirra voru blindu svo þeir þekktu hann ekki. Jesús spyr hvað þeir ræði svo mikið. Þeir nema staðar daprir í bragði en rekja síðan atburði síðustu daga. Handtöku Jesú, krossfestingu, að konurnar hafi ekki fundið hann í gröfinni og þeir lýsa brostnum vonum þeirra að Jesús myndi frelsa Ísrael. Jesús spyr þá, átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlagði fyrir þeim það sem hann er ritað í öllum ritningunum, segir í Lúkasar guðspjalli. Þegar þeir koma á leiðarenda buðu þeir honum að borða með sér, en augu þeirra opnuðust ekki fyrir því hver hann var, fyrir hann braut brauðið. En þá hvarf Jesús þeim sjónum. Þá sögðu þeir hvor við annan, brann ekki hjartað í okkur þegar hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Já, slík var nándin við Jesú að hjartað brann. Og þegar við heyrum hjartnæm vers sem tala til okkar, þá brennur hjartað í okkur. Í Guðspjallinu segir Jesús við Nikodémus að hann þurfi að fæðast að nýju. Og hann er ekki sá eini, við þurfum öll að fæðast að nýju. Öðruvísi er ekki hægt að meðtaka hinn kristna boðskap. Því enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, sagði Jesús. Nikodémus var ekki í neinum vafa að Jesús væri frá Guði kominn. Því enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir, sagði hann, nema Guð sé með honum. Nikodémus var farisei og þekkti Jesú aðeins af afspurn, hafði frétt af honum, en vildi vita meira. Og þannig held ég að það sé með okkur öll. Leið og við heyrum biblíusögurnar vaknar löngum til þess að heyra meira. Og mörg ritningavers fara strax í minnisbankann hjá okkur. Orð Guðs er sniðið fyrir okkur til fræðslu og uppörfunar og eins og segir í pistlinum þá er boðskapurinn djúp ríkidóms, speki og þekkingar. Því frá honum fyrir hann og til hans
eru allir hlutir. Já, þema dagsins er hinn þríeini Guð, sem við þekkjum sem Guð Faðir, Soninn Jesú og heilagan Anda. Í gegnum hina þykku bók Biblíuna sjáum við að frá upphafi hefur einhver úr guðdóminum gengið með manninum. Guð Faðir í Gamla testamentinu, Jesús í Nýja testamentinu þar til hann steig til himins, en þá sendi hann heilagan Anda til okkar. Við erum ekki ein. Almáttugur Guð þekkir okkur með nafni og veit allt okkur. Hann veit að við lifum í syndugum heimi og skilur að ekkert okkar kemst í gegnum lífið án þess að hrasa. Hann veit að við höfum óhreinar varir eins og Jesaja lýsti sjálfum sér. Þurfum að fæðast að nýju eins og Jesús sagði við Nikodémus. En fyrir trúna á son hans Jesú Krist, þá tekur hann okkur sem sínum börnum. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, Amen.